Drottinn blessi þig. Amen. Hvernig var það nákvæmlega? Amen, amen, amen. Þetta var dásamleg lofgjörð. Herra reyna að sjá ykkur. Já. Það er allt í lagi. Það er hitabylgja. Hitamynd var slegið einhvers staðar þetta, heyrði ég. Ásbyrgi. Áður en við lítum aðeins í Guðsorð og langar mig að biðja ykkur að standa með mér aðeins í bæn. Hefði myndi vilja biðja fyrir ákveðin fjölskyldu, vin okkar, Jón Þór og Kolla þekkja þau allavega. Það var vinur minn til margra ára, trúbróður okkar allra sem fórst í flugsleysunni hérna fyrir austan. Sigurvin Bjarnason, maðurinn hennar Svanhildar. Þau þekkja kannski úr KFM og K sín tíma. Sumir þekkja þau, aðrir ekki kannski. En hann er jafnaldri minn og mjög góður og vandaður flugmaður, atvinnuflugmaður. Við veitum ekki hvað gerðist, það er búið að rannsaka og það kemur bara ljós hver niðurstaðan var þar. En hann er, að mínu viti, ég hef oft sagt það í gegnum árin, einn varkárasti flugmaður sem hægt er að fljúga með. Svo hvað gerist þarna vitum við ekki, en það, eins og segi, það kemur ljós. En það sem ég langar að gera, við myndum bara biðja fyrir vernd og huggun, fyrir Svanhildi konuna hans, börnin þeirra 3 og barnabörnin þeirra. Þeir eru til í það með mér. Faðir minn, við þakkum fyrir það, við megum lyfta fjölskyldunni upp í bæn til þín. Og Drottinn, nú þarnastu huggunar þinnar og umhyggju og finna sérstaklega fyrir nála þinni. Og þú umhverfir Drottinn minn við þennan missi. Þakka verið að Drottinn minn að Sigurður minn að þinn maður og þinn sonur og er í þínum örmum, Drottinn. Hann fjölskyldan syrgir. Og við biðjum að þú sért nálaður. Varðveitir þau gæti þeirra, varðveitir hjarta þeirra, gætir huga þeirra og huggar þau öll. Fullorðna fólki sem litlu börnin. Í Jesú nafni. Amen. Amen. Takk fyrir þetta, elsku vinir. Tók eftir glerunum og konna á hann, nýju glerunum, sáu þau. Það eru rosa flott. Já. Ég sagði, þú komið nýju gleru? Já, ég fekk við haka upp, kostu 1500. Eitthvað svoleiðis. Hugsið ykkur það. Já. Þessi keypti ég á apótekarunum fyrir 1200. En þetta er nú bara lesgleru. Já. Mér langar að ræða í dag efni sem að ég er búin að vera að hugleiða svolítið innra með mér. Núna er þetta aldrei langan tíma. Og ég er ekki sérfræðingur í þessu, ég ætla bara að taka það fram. Ég er ekki sérfræðingur í þessu efni því að þetta er efni sem að ýmsir aðilar, bæði karlar og konur í þjóðfélaginu takast á við dagsdaglega í lífi fólks, hvort sem það eru sálfræðingar eða félagsráðgjafar eða einhvers konar ráðgjafar. Mér langar aðeins að tala um óttann. Eru til í það? Eins og segi, ég er ekki sérfræðingur í öllum flækistigum óttans í mannlegu lífi. En ég þekki samt til ákveðna svona andlegra prinsippa sem að Biblían talar í sambandi við ótta. Og sérstaklega þegar snýr að því óttinn í trúarlífi og hvernig trú eða kærleikur getur komið á móti ótta og hjálpa okkur þar. Og ég þarf ekki að biðja ykkur rétt upp hönd, af því ég veit að við öll höfum horfst í augu við óttann
Og sum ykkar eru að gera það núna. Sum ykkar eru með óttan fyrir framan ykkur yfir einhver hlut í lífi ykkar. Og það spurningin, sko, engin milli þetta. Þetta óféti. Og óttinn lamar okkur. Óttinn étur okkur upp. Óttinn getur hreinlega deytt okkur. Ef ekki algjörlega líkamlega þá allavega andlega. Og bara, einhvern veginn bara slökkt á, ég segi ekki að slökka á heilastarfseminni, en hann slekkur á skynselegum rökum og hugsun. Hann getur gert það. Hann getur farið mjög illa með okkur. Og mér langar til þess að tala hans þetta. Já, ég skal náttúrulega segja ykkur á hverju ég er búin að hugsa þetta. Ég er búin að hugsa svo mikið þetta fræga vers sem við vitnum oft í þegar við erum að tala um ótta. Fullkomin elska rekur út eða útrekur ótta. Hvað þýðir það? Hvernig gerist það? Og af hverju, ef við vitum að Kristur í okkar líf og hann fullkominn og hann með fullkomin elsku, af hverju eru hans fólk þá ennþá berjast við ótta ef það ætti að reka hann út? Það lítur einhver annar vinkill á þetta. Svo ég fór að skoða þetta og mér langar aðeins að fjalla það ef ég má. Þið með? Þau eru bara ódygleru. Nú ætlum ég að segja ykkur eitt sem þetta merkilegt. Það eiginlega fátt ef nokkuð sem endurtekið eins oft í biblíunni, í ritningunni, eins og setningin frá Guði óttist ekki. Aftur og aftur og aftur í einu eða öðru formi. Það segir ykkur tvennt. Í fyrsta lagi, það skiptir máli að óttast ekki. Öðru lagi, fullt af fólki að óttast. Í ótta. Því annars þetta ekki Guð alltaf að segja það. En takk eftir í, við segjum þegar við óttast. Ég ræði ekkert við þetta. Hann segir, ekki óttast. Ef ég ræði ekki við þetta, Guð, hvað ertu að biðja mig eitthvað sem ég ræði ekki við? Hvað ertu að fara fram á það að ég óttist bara ekki í þessum kringustæðum ef ég mæti þeim? Sko, bara, þið vitið náttúrulega, við erum ekki að tala um eins og í Ásbyrgi, hvort þau standa fram á kletturum og horfa, við erum ekki að tala um svona eðlilega svona virðingu fyrir því að, þetta bratt niður, ég ætla að fara hér varlega. Það ekki svoleiðis óttið sem við erum að tala um. Við erum að tala um það, þennan ótta sem segir til dæmis, ég var í læknisskoðun og hann bara ekki með ykkur góða fréttir fyrir mig. Og hann segir, við þurfum að fara í þessa aðgerð og þessa, við þurfum að fara í svona meðferð og svona, og þú fyllist á ótta. En nú komið að því. Ég bara að deyja. Og svo sefur ekki á nóttinni, hugsar. Hver margir hafa verið andvaka yfir hugsunum sínum? Da. Veistu hvað það segir okkur? Við kunnum öll að íhuga. Nú þurfum bara að skipta hvað við erum að íhuga. Við getum hugsað endalaust það sem við óttumst. Það getur tekið gjörsamlega yfir líf okkar. Hvernig skiptum við því út fyrir það sem gefur okkur líf og heilsu og losar okkur við þessar mannlegar ég hef ekki hitt neitt. Ef einhvern líður vel í óttanum, þá bara, þá bara veit ég ekkert hvað ég á að segja. Já, nákvæmlega. Ef einhvern líður ofsalega vel að óttast, nóg það. Ég þekki engan svoleiðis. Okkur líður bölvanlega í óttanum. Eitt helsta verkfæri óvinarins, því við eigum óvin, að nota ótta til að lama okkur. Nú erum við að tala um þessa andlegu hliðar á óttanum. Og helsta verkfæri hans, muniði, hann legari, hann faðir lyginnar. Hann ekki bara, hann faðir lyginnar. Hann pratar ekki bara annars slagið. Hann getur ekkert sagt sannleikann. Og með því að skrökva okkur einhverju og við trúum því, þá kemur óttinn.
með því að ljúga að okkur, eins og ég var að segja á þann, doktorinn gaf þér eitthvað svona niðurstöðu úr einhverjum rannsóknum og það þarf aðeins að taka á þessu til að laga þetta. Í þínum kolli er búin að koma hugsanirnar, ég bara er að deyja. Og þú veist, þetta mun ekki takast og svo bara magnast þetta upp áður veist að ertu komið krabbamein og þú er komið, það er bara komið út allt, það er allt að. En þú veist það ekkert. Samt hugsar það. Býtu, hvað hefur fyrir í þér að þetta gengir svona langt? Það er bara óttinn. Það er ekkert annað sem segir þeirra. Og það er þessi ótti sem gagntekur þig af því þú trúir lygi. Veistu það, þegar þú trúir lygi, þá valdeflur og lygar hann. Það er þessu. Ef þú trúir lyginni, þá valdeflur og lygar hann. Þetta fyrir ekki alltaf að setja um gleruna því ég held alltaf að ég sé fyrir næsta punkt. Þetta er eins og, góða maður sagði einu sinni, þetta er eins og, ef að líkaminn okkar er eins og Kristur og handleggurinn er þú í Kristi, þá ertu festur á líkama Krist. Og markmið óvinnarins er alltaf að reyna að losa þig frá Kristi. Og hann getur ekki gert það með því að taka hann af og sagt bara, þú missir bara eilífa lífið. Nei, það er ekkert sem getur aðskera okkur frá Kristi. En veistu hvað hann getur gert? Hann getur tekið úr lið. Þannig að handleggurinn er gagnslaus. Hann lamar hann. Þú getur ekkert gert. Óttinn gerir okkur þetta. Hann bara tekur þig úr lið. Hann bara lamar þig. Við þurfum að losna við þetta. Er það sammála? Það er mikilvægt að við skiljum. Og það er eitt sem er mjög mikilvægt að þið skiljið líka, sem að ég veit að þið flest ykkar vonandi áttið ykkur á, að þegar Guð segir okkur að við séum óttaslegin, að við erum ekki óttaslegin, þá er hann ekki að skamma okkur. Hann er ekki að segja, þú er svo lélegur pappír, Halldór, alltaf hræddur við allt. Þú veist, hann er ekki að segja það. Hann er ekki ótti er ekki synd. Ef þú hins vegar lifir í óttunum dag eftir dag, mánuð eftir mánuð, ár eftir ár, það getur að hreinlega spila smá rullu á kollinu á þér og fara illa með þig. En þegar hann áminnir okkur, þegar hann bendir okkur óttan, þá er hann ekki vegna þess að hann sé eitthvað pirraður út í okkur. Hann er að segja, óttist ekki vegna þess að í náð minni, í því sem ég er og á ég allt sem þú þarft til að losa þig við þennan ótta sem er í lífinu og gefa þig sigur. Þannig að höfum það í huga þegar við erum að fjalla um það. Eitt í viðbót. Það þýðir heldur ekkert að afneita bara. Ég veit kristna sem bara afneituðu. Læknirinn sagði að það er eitthvað, ég fekk skal ég segja ykkur nýrnastein á síðasta ári og það þýðir ekki, þú veist, og ég fann það bara og ég er ekki með nýrnastein, í Jesú nafni er ekki með nýrnastein. Þú veist, ég geta sagt þetta eitthvað, en byrju, hvað gerir það? Afneitun hjálpar þér ekkert að ég við hlutinn. Þú veist, fyrst þegar verkurinn byrjar, fyrst ég fekk nýrnastein, þá hélt ég að líf mitt væri búið. Ég vissi ekki hvað þetta var og kollurinn fór strax á stað, nú var bara, það búið bara. Ég óska engum að hafa nýrnastein, en það er ýmislegt sem fylgir sem er mjög svona, scary. Og þegar, þá gagnar ekkert að afneita hlutunum segja. Ég bara er ekki með nýrnastein. Með rosalega verki, það er ekki með verki. Sumir kristnir halda að það sé játningin, að þú meir ekki sjá og samþykja að sé eitthvað. Þetta snýst ekkert um það. Þetta snýst um hvað gerirðu við hugan þinn, hjartað þitt, meðan þú ert að berjast við það sem er. Hvort sem það er í líkamannum þínum, fjármálunum þínum, fjölskyldunum þínum, breytir engu hvers eðlis það er, hvað það er sem vekur óttan hjá þér, hvernig tekur á því.
Ekki afneita. Það munur á staðreind og sannleika. Staðreindin ég fekk nýrnastein. Sannleikurinn að Kristur hefur dáið fyrir mig og mína sjúkdóm og synd. Skilurðu? Það er þetta, þetta snýst þetta svolítið. En hvers vegna óttinn svona mikilvægur? Eitt af mínum uppáhalds bókum í Biblíunni, það eru kannski nokkurar, en ein af þeim í Gamla testamentinu Jesaja. Og ekki síst eftir ég sótti nokkra tíma hjá prófessor Gunnlaugi í háskólanum sem var að kenna mér, dásalegu tímar. Þeir sem á leiðinni í háskóla eitthvað og veit ekki hvað að gera, þetta er deild upp í háskóla sem heitir Guðfræðideildin sem sumir segja tellan og sér ekki mikið varið í. Ég segi ykkur, það er hellingsvarið í hana. Það er hellingsvarið í hana. Einhver hérna það, var ekki Ásmundar? Já. Hlusti, ég ætla að lesa. Í Jesaja 51, 12-13. Já, þetta er svo gaman að þessu. Þegar þú hræddur, þegar óttinn kemur í lífið þitt, þá búumst við yfirleitt við því að Guð taki bara á þessu eins og við tökum á litlu börnunum. Tökum við fangið sig, svona elskar mig, þú þarft ekki vera hræddur. Og börnin finna öryggi strax í fangi pabba eða mömmu. Og segja, Hvað ef að Guð gera það nú ekki alltaf nákvæmlega svoleiðis við þig og mig sem fullorðin erum? Samanber þessi versi í Jesaja, hlusti. Ég, segir drottinn, ég sá sem huggar yður. Hver þú að þú skulle hrædd vera við mennina sem eiga að deyja og mannanna börn sem felld verða eins og grasið? En gleymir drottni skapara þínum, sem útandi himininn og grundvallaði jörðina, að þú óttast stöðugt liðlangan daginn heift kúar hans. Hann að tala ótta, hann að tala Guðs líð. Og hann segir bara, hei, það ég sem hugga þig. Og hann segir, ég hugga þig. Hver þú að óttast? Það ekki skamma mig, ég bara hræddur. Hann ekki skamma, hann segir, byrju, þú búin að gleyma. Ertu búin að gleyma hver ég sem huggar þig? Ertu búin að gleyma hvað ég stór? Ertu búin að gleyma ég þandi út himininn? Ég bjó þetta allt til. Og þú sefur ekki vegna svo kollurinn að segja þér að þetta sé ekki í lagi. Svo Guð aðeins potar. Og það allt í lagi. Hann bara segir, heyrðu, wake up, Halldór. Vaknaðu, reynda að hugsa, já, það að erfiðast sem við gerum þegar við erum hrædd. Það að hugsa rökrétt. Og það bara, við náum því bara ekki. Kvíði, ótti, alltaf, nagandi. Ef ég segi við, já, vaknaðu upp, stelpa, þú þarft ekki að óttast, Guð mikill. Og þú segir, já, ég veit það. Svo fyrir við, ég sé hver áttina og þetta smá tíma alveg á sama stað. Þú veist alveg hann en það bara farið. Kannski þarf Guð með að koma svona og pota bara. Það ég sem hugga þig. Ok. Þetta er nú að fyrsta. Að gleyma ekki hversu stór og mikill hann Hann stærri en allar þínar kringumstæður. Þú átt ekki að vera svona, hvað við segja, þú átt ekki að láta þínar kringumstæður spila svona stóra rull í þér eins og það séu svo mikilsverðar, það eru stærri en Guð. Það geta aldrei orðið stærri en Guð. Það geta aldrei orðið meira heldur en það sem hann ræður við. Það að fyrsta. Hann getur aldrei orðið meira en það sem Guð ræður. Hann ræður alltaf við kringumstæðurnar. Ef hann segir svo í Jesaja 54,
taka nokkuð vers bara óttan og enda svo versunni sem ég var að segja hvað ég hefði verið að hugleiða. 54:13, hlustið á þetta. Sama kafla, sömu bók. 13 og 14. Allir synir þínir eru lærisveinar drottins og njóta mikils friðar. Þetta er dásamlegt fyrirheit. Fyrir réttlæti munt þú stöðugt standa, álitið fjarlæga ofríki því þú þarft ekki að óttast og fjarlæga skelfingu því hún skal ekki koma nærri þér. Ofríki og skelfing kemur ekki nærri þér af því þú óttast ekki. Óttin hins vegar kalla ofríki og skelfingu yfir okkur. Hve mörg ykkar, og enn og aftur það er ekki byrjun einnum rétt upp hönd, ég hefum öll verið þarna meira eða minna. Hve mörg ykkar hafa ekki fundið dökkt ský örvæntingar komið yfir ykkur þegar þið óttuðust. Bara helltist yfir ykkur. Gerðist eitthvað, einhver sagði eitthvað, einhvað kom upp á, breytist eitthvað smá í lífinu og allt í einu bara, þú sérði ekki út úr þessu. Það er bara örvænting, hellist yfir þig. Ef þú óttast ekki, ef við náum því að vinna með líf okkar í Guði þannig að þessi ótti lyginnar komist ekki að, þá mun engin örvænting. Tökum Pál postula. Pál postuli í Filippibréfinu segir, verið ávallt glaðir. Ég segi aftur, verið glaðir. Vitið hvað hann var þegar hann skrifaði þetta? Hann var í fangelsi. Hann var í fangelsi. Og fangelsin voru ekki, þú veist, svona eins og Litla-Hrauni hérna, eða, þú veist, það var engin svona lúksus. Nú veit ég ekki hvort það er mikill lúksus það en þá, en með það þá var lúksus, skal ég segja ykkur, því þetta var hóla. Ég hef skoðað fangelsi frá þessum tíma, bæði í Grikklandi og Róm og annars staðar, þetta voru hólur og í jörðina. Ég var bara droppað hún í hólu. Hann skrifar verið ávallt glaðir. Bíddu nú við. Það er ekkert hægt að vera glaður í öllum kringumstæðum. Ég byrju, já, það er hægt. Páll sagði verið alltaf glaðir. Og hann var í mjög erfiðum kringumstæðum. Já, en Halldór, þú skilur ekki hvað ég er að ganga í gegnum. Það er enginn sem skilur það. Kannski Guð. Með fullri virðingu fyrir þínum kringumstæðum. Þegar nú ætla ég ekki að gera lítið úr þeim sem þú ert að ganga í gegnum. Þá spyr ég þig samt. Langar ekki út úr þeim. Mundur ekki vilja vera laus. Guðsorð kennir okkur ákveðna leið til að ná í traust á Guði, þannig að allavega ná í lygin ekki tökum á okkur. Þetta snýst fyrst og fremst það að náta ekki lygin að grassera og verða að ótta. Þegar ég lesa eitt mjög sniðugt versin, eða mér finnst það sniðugt. Hlustið nú á. Þetta er svona auka, þetta er með í Filippibréfinu. 1. kafla. Ef ég finn það, er ekki í Biblíunni? Jú. Hlustið á þessi vers. Þetta er stórkostleg vers í sambandi við það sem við erum að tala um. Frá 27-8. En hvað sem öðru líður, þá hegðuður eins og sambúðir fagnaerindinum Krist. Hvort sem ég kem og heimsæki ykkur eða er fjarvarandi, þá skal ég fá að heyra yður að þið standi stöðir í einum anda, berjið saman með einni sál fyrir trúna og fagnarindi. Svona er Smárkirkjan. Og svo. Og látið í engu skelfast af mótstöðumannunum, andavinn og vonskurinn í himingjarnum, látið í engu skelfast af þeim. Á hverju? Fyrir þá að þið skelfist ekki sem sagt,
Fyrir þá það merki frá Guði glötun þeirra en hjálpræði þitt. Dauði, hvar broddur þinn? Dauði, hvar sigur þinn? Þetta yfirlýsingu það. Með öðrum orðum, þegar óvinurinn kastar að lyginni og vill vekja höfur ótta til að lama handleggiðinn. Ef að þú óttast ekki, þá þeir myndir á. Það ekki hægt að ræða þennan. Það engin ótti. Kristur hefur sigrað og frelsað þennan einstakling. Og ekki bara það. Þú veist, það minnir mig á líka púkan. Þegar ég bara farið í glötun og ég vil ekkert fara þannig. Þeir eru hræddir við að sjá. Þetta alveg geggja vers. Ég hef aldrei séð þetta fyrr. En það, að ef við lýsum yfir, ef við óttast ekki lygina, þá þeir myndir á. Við hvert sigur sem þú vinnur í óttanum óvinna herri myndur á. Já, ok, þetta búið. Dauði, hvar sigur þinn? Hvar brotið þinn? Það engin ekkert óttast lengur. Og það náttúrulega the ultimate að þú óttist ekki dauðan. Til hvað óttast þar? Ef þú hugsar það. Þú bara tökum aðeins þennan, þetta svona hliðaskref hjá mig líka, ég ætla ekki að tinga það, en hvað með það? Af hverju þurfum við ekki að óttast dauðan? Það tekur betur. Fyrsta lagi segir Biblían, þú munt aldrei upplifa dauðan sem trúaður maður. Það bara slöknar á líkamannum, en andiðinn og sál lifa. Þess vegna fáum við þessar fréttir, við fáum annars slagið að heyra fólk sem yfirgaf líkaminn svona sá sér liggjandi og skurðaborðið eitthvað svona. Hvað sé verið að lýsa? Já, það eins og segi, ég ekki fræðimaður í þessu og það alls konar kenningar til það. En ég veit hverju ég trúi að sé. Svo það ekkert óttast. Ok? Og þá komum við að svona lykilatriðunum. Hvað erum að gera í málinu? Enginn hérna inni sagði á það, nei, ég mótmæli haldur, ég vil endilega fá að vera í óttanum allt mitt líf. Það besta sem ég lendi í. Elskað óttast. Elskað að sofa ekki á nóttinni. Get ekki borðað, eða borðað mikið. Sem ég getur mikið þegar óttast, jú. Kvíði, bara ískápurum fullur af ís og allt saman. Það til alls konar ústfæst að hann brýst út á svo mismunandi hátt, óttinn. En kvíðin og óttinn að éta þau upp og hann fer með þig. Ég hef verið á þeim stað þar sem ég bar svo mikið kvíða, ég gat ekki sofið. Það bara hryllingur. Og þessi blessaði litli, þessi heili, netan hann á milli eyrnanna þér, bara eins og bara vél. Og það allt hugsað og það fæst að því sem hefur nokkuð rök fyrir sér. Hvað að mér? Jack Hayford, hann sagði einu sinni, þetta gott. Hann sagði einu sinni, hvað myndirðu gera við vinvinn sem hefur logið jafnmikið að þér eins og óttinn hefur logið að þér? Hversu góðu vinur, hversu mikla vinur þú myndir rækta með honum ef þú veist hann alltaf að ljúga þér? Traust það sem heldur við núna saman. Og jafnvel þó þeir klikki á hver öðrum eða einhvers staðar, þá það gert upp það laga, en að man lígur aftur og aftur og aftur og aftur til þess eins að blekkja þig. Hvað myndirðu gera við slíkan vin, spurði Jack Hayford. Banna að skjóta hann, banna að drepa hann. En þú myndir ekki hringja en daginn eftir, þakka fyrir gærkvöldið og laugst mig fullan. Þú myndir aldrei gera það. Þú myndir aldrei gera það. Þú myndir bara klippa á og að láta hann fjarlægjast.
Þetta góð spurning í ljósi þess. Hvað ætlar að gera við óttan? Hvað ætlar að gera við það sem lígur að þér og veldur þér ótta? Jafnvel daginn út og daginn inn. Eða aftur og aftur. Eða jafnvel samfleitt. Hvað ætlar að gera við hann? Hvernig klippum við á hann? Það er málið. Við ætlum að klippa á hann og hann líkja ykkur bara og ekkert, ég ætla að segja ykkur eitt. Þetta er ekki geimvísindi sem ég er að fara að segja ykkur núna. Sum ykkar viti alveg nákvæmlega alla þessa punkta sem ég ætla að nefna. En leifum Biblíun að tala aðeins það. Fyrsta lagi, hvað ertu að gera í málinu? Og þá komum við að versinu sem ég er búin að vera að brölta með. Það er líka í Biblíun held ég. 1. Jónasarbréf. Frægur kafli kærleikann, 4. kaflinn. Eru til í að lesa? Byrjum hérna í 17. Með því er kærleikurinn orðinn fullkominn hjá okkur, að við höfum djörfung á degi dómsins, því að við erum ekki í þessum heimi eins og hann er. Því að við erum í þessum heimi eins og hann er. Það er náttúrulega frábært. Ótti er ekki í elskunni. Fullkomin elska rekur út óttan. Því að óttin felur í sér hegningu, en sá sem óttast er ekki fullkomin í elskunni. Við elskum því hann elskað okkur að fyrrabragði. Ef einhver segir, ég elska Guð en hata bróður sinn, sá er legari. Því að sá sem elskar ekki bróður sinn, sem hann hefur séð, getur ekki elska Guð sem hann hefur ekki séð. Og þetta boðorð höfum mér frá honum, að sá sem elskar Guð á einnig elska bróður sinn. Með öðrum orðum, þessi vers hanga öll saman. Þetta er ákveðin boðskapur fullkomin kærleika. Og í þessum fullkomin kærleika þrífst ekki óttinn. Ég er nærri viss það að flest ykkar, eins og ég, höfum gengið út frá því að þetta gangi fyrst og næst út af það að Guðs kærleikur opinberist mér. Og það er óbúslega mikilvægt. Ég kem fram til fyrirbæna. Það er beðið fyrir mér. Guð snerti við mér. Ég finn nærveru hans. Hann lefði mig líða vel og ég finn að hann elskar mig. Er ekki þessi fullkomnu ótti sem elska sem við erum að tala að reki burt óttan í mér? Vissulega. En hvað er fullkomin elska? Fullkomin elska gefur alltaf frá sér. Fullkomin elska er ekki fullkomin hún flæði frá. Þannig ef hinn fullkomin elska komin í mig, þá þarf hann eiga farveg út líka. Og það er hinn helmingun á þessu. Þú, ég, við þurfum að ganga fram í kærleika til náungans, til hvers annars. Elska bróður okkar, elska systur okkar, gefa af okkur. Það er ekki nóg bara að koma til fyrirbæna, bíða eftir næsta konferens, bíða eftir næsta predikara, láta Guði kýtla sig aðeins og fara heim úr og blessaður. Þú er örugglega reynt og óttinn bankað upp, ef ekki daginn eftir, þá allavega viku seinna. Kýtlið gerði lítið. Blessunin sem þú varst fyrir gerði lítið í að losa þig við óttan. Þegar þú fer að framganga í að kærleika, þessu lögmáli kærleika Guðs, að lifa í kærleika Guðs. Láta hans kærleika flæða. Gefa af þér. Þá klippist á óttan. Hann hefur ekki tíma, pláss til að vaksa. Þegar þú ert upptekinn af því að elska eins og Guð elskar, gefa af þér, þá ferð þú ekki heim á kvöldinu og hugsa hvað þú átt bágt. Eitthvað sem ekki hrikalegt er að gerast fyrir þig. Þú ert að hugsa aðra alltaf. Og þegar þú hugsa aðra, þá hverfur óttinn. Þannig að það er bæði þín upplifun og reynsla af elsku Guðs og þín gjöf að láta elsku Guðs flæða frá þig til annara. Þetta er að ég trúi númer 1, 2 og 3 það sem klippur óttan í líf okkar. Mér fannst Guð sýna mér þetta reynda fyrir
nokkrum mánuðum síðan. Ég nefndi það við Árný konuna mína þá og við ræddum aðeins það og hugleiddum þetta aðeins, en síðan hefur bara þessi vers verið að gerjast í mér og ég alveg sannfærður það að þetta lögmál Guðs kærleika Guðs, að því allt, sjá til, Biblían segir Guð kærleikur. Það segir ekki bara að hann elskar, það segir ekki bara að hann velji að elska þegar við hegðum okkur vel. Hann kærleikur alltaf. Og ef hann kærleikur, þá eðlið hans, hvað maður segja, hinn fullkomni kærleikur. Þetta Guð okkar. Þannig að allt sem hann gerir, allt sem hann skapar, allt sem hann býr til, allt sem hann frelsar, allt sem hann leysir, allt sem hann vill, gert í kærleika, með lögmál kærleikans í huga. Og þú og ég, sem hans fólk, eru náttúrulega þeir sem af númer 1, 2 og 3 eigum ekki að slíta þá keðju og leyfa henni að flæða. En þegar við slítum henni og förum að hugsa fyrst og fremst okkur sjálf, og það eitt aðalmein að mínu viti, ekkert kristina kirkju, bara samfélagsins í heild. Ég skil alveg hvað ungu stelpunir að gera þegar þeir fara í druslugöngu og segja, já, mig sjálf! Reyndar sagði það ekki svoleiðis. Það notuðu dónalegri orð sem ég ætla ekki að taka mér í munn. Já, mig sjálf. Ég skil hvað það að meina. Ég skil hver baráttan Ég skil það. En ef við gætum okkur ekki, þá verður einstaklingshyggja, það verður ekkert að gera með það sem druslugöngustelpunir að gera, því það náttúrulega, það sem þær að berjast í gegn og stoppa náttúrulega verður að stoppa. Það ég bara sammála ykkur stelpur. En það sem við erum að tala ef einstaklingshyggja samfélagsins svona þannig að þetta snýst allt bossan á mér. Þetta bara, hvað fæ ég út úr þessu? Fæ ég plussæti þegar ég sest hérna? Þegar allt snýst mig, elsku mig frá mér til mín, þá hefur óttinn fullt vald til að spila á okkur. Því að hann hefur, þetta snýst allt okkur og hann kemur, ok, ég skal hjálpa þér með þetta. Þú ert að missa hérna einhverju. Þú ert að vera lasin, þetta gengur ekki. Hvað sem það En þegar þú framgengur í kærleik og elsku og lætur henni fullkomna kærleika Guðs í þér flæða til annara, þá myndu svo ávært á nóttinni, kollunum á þér, fær ró og frið. Og óttinn verður að víkja. Hann þrífst ekki, segir Biblían, í kærleikanum. Og ég ætla að hætta hér. Það eru fleiri nokkur þættir viðbjót sem þið þekkið. Þetta hvað ertu að gera, hvað ertu að hugsa, hvernig eru hugsanir þínar, hvar lætur huganum dvelja. Í Biblíunum segir, láta hann dvelja þið efra, á þið góða, fagra og fullkomna. Ok? Ég veit fullt af fólki, kristnu fólki, sem ekkert þar. Já, svona bara, þau eru bara ekki þar. Þú veist, kannski stundum, en oft á tímum bara ekki neitt. Langtímum annars staðar. Orðin þín, hvert að tala? Ertu að segja sem Guð segir? Ertu að segja sem legarinn segir? Ertu að segja sem Guð segir? Ertu að segja það sem að þér dettur helst í hug? Ég þarf að segja að ef ég segi mikið sem mér dettur helst, þá ekki mjög gáfulegt, þannig ég reyni að þegja þá bara. Ef ég hef ekkert gáfulegt að segja þegið þá, Halldór. Ekkert uppbyggindi þegið þá. Ekkert kærleiksríkt þegið þá. Allt þetta skiptir máli, vegna þess að allt þetta hefur áhrif á því hvernig við lifum lífun okkar. Hvað við hugsum, hvað við tölum. En fyrst og næst, hvort við elskum. Það þýðir ekkert, segir Biblían, að segja ég elska Guð ef þú sýnir ekki bræðrum og systrum það. Þá þekkir ekki einu sinni Guð, segir Biblían. Bara þekkir hann ekki. Hún getur alveg bara sagt allt sem þú vilt hástöfum. Það bara eins og
1. Kor 13. Bara tóm tunna sem bylur í. Besti texti sem hefur verið skrifaður. Það þessi 13. kafli. Geggjaður texti. Skulum biðja. Faðir minn, við þökkum fyrir það að þú hjálpar okkur í þessum kringumstæðum, því öll eigum við það til að taka móti lyginni og falla í ótta og áhyggjur. Þú sagði, Jesús, hver getur bætt alinn með hæsina með áhyggjum? Við erum löngum búin að reyna það gerist ekkert og áhyggjuna en maður verður verra. Við stækkum ekki, við breytumst ekki, við versnum. Svo Drottinn minn, ég bið ef að þetta lykill fyrir okkur að losna út úr óttanum í líf okkar. Ef þetta einn af aðallyklunum, það að framganga í kærleika og láta fullkomin kærleika streyma í gegnum okkur til annara, hjálpa okkur einmitt að taka þau skref, Drottinn. Ég bið fyrir hverjum að einum hinninni sem að berjast við óttan í lífi sínu. Ótti ekkert grín. Ótti hryllingur og það enginn sem vill hann. Kvíði hryllingur. Kvíði nagar þig og étur að innan. Drottinn, við köllum þig til vitnis núna að hér erum við, Drottinn minn, og þörfnust þín. Þörfnust þess að þú snertir okkur, þörfnust þess að þú leiðir okkur út úr óttanum. Og þessu augnablik ég biðja að fullkomin kærleikur þinn fyll okkur, enn á ný á feskan og nýjan hátt. Andið þinn fyll okkur, Drottinn minn, frá toppi til táar. Drottinn, mættum fyllast af þér. Þakka fyrir, Drottinn, þú fyrirgefur okkur syndir okkar. Þakka fyrir, Drottinn, þú hreinsar okkur að ranglæti. Þakka fyrir, Drottinn Guð, að þú gefur okkur líf í þér. Við viljum að þetta líf fá streymi gegnum okkur til annara. Við viljum ganga í kærleika til bróðra og systra, til náungans. Og við biðjum að umvefja hvern og einn sem hér Drottinn minn. Sérstaklega þá sem eiga erfitt í óttanum, Drottinn. Hjálpaðu þeim. Hjálpaðu þeim til að losna á þennan hátt. Leiddu þau skref fyrir skref. Og Drottinn, þó við getum sagt hér og nú við elskum þig, þá eins og vorum að lesa á hann, þá elskar þú okkur að fyrra bragði. Það ást þín til okkar sem lykillinn. Það ekki hve mikið við elskum þig, heldur hve mikið þú elskar okkur. Takk, Jesús minn. Þú góður Guð, þú bara góður. Takk, Jesús. Amen. Ég fekk opinberun hér í dag. Ég óafvitandi, það fór ég í svona kringustæður í vikunni og það gerðist nákvæmlega þetta. Þegar ég fór að hætta að horfa svona á mína kringustæður og fór að sinna öðru, að þá var svona breakthrough. Þetta svín virkar. Ég að segja ykkur það. Ég bara áttaði mig ekki á því fyrir en þetta mjög merkilegt. Þetta bara mjög merkilegt. Mér langar til þess að við rísum á fætur og við syngjum þetta lag saman og þetta lag segir svo ofboðslega margt. Í laginu kemur meðal annars fram He split the sea so we could walk right through it. Það það sem að Drottinn Guð gerði við Ísraelsmenn, hann opnaði hafið. Og það svo athyglisvert að þegar Ísraelsmenn að stíga inn í fyrirheitnarlandið, þá segir Guð ekki bara einu sinni, hann segir 4 sinnum aftur og aftur og aftur, óttist ekki. Verið hughröst, óttist ekki. Og það eitthvað við það, vinir, þegar við erum að fara að taka ný landsvæði Guði, þegar óttin kemur upp. Og þegar því óvinnum vill ekki að við tökum ný landsvæði, að við náum einhverjum árangri í, þú veist, á göngu okkur með Guði, og þá reynir hann einmitt að lama okkur.
ákvörðu þegar Ísæs minn átti að taka þessi 9 landsvæði þá sagði hann aftur og aftur, óttist þið ekki. Ég er með ykkur. Verðið harla örugg. Þannig að syngjum þetta lag saman og bara syngjum þetta öllu hjarta og leifum þessum sannleika að vera hluta líf okkar. Amen. Syngjum saman. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears have gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. I've been born again into your family. Your blood flows through my veins. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. No, I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. We are the children of the Most High God. I am surrounded by the arms of the Father. I am surrounded by songs of deliverance. We've been liberated from our bondage. We're the sons and the daughters. Let us sing our freedom. You split the sea so I could walk right through it. My fears were drowned in perfect love. You rescued me so I could stand and sing. I am a child of God.
You split the sea so I could walk right through it. My fears will drown in perfect love. You rescued me, oh, I will stand and sing. I am a child of God. I am a child of God. I am a child of God. Amen. Þið ekki yndisleg? I love it. Takk, Jesus. Þetta voru yndisleg stund, en mér langar til þess að bjóða ef að þú ert hér og þú bara upplifir þig í þessum aðstæðum. Þá vil ég að þú vitir að þú ert ekki einn, þú ert ekki ein. Smárakirkja, við stöndum hérna saman. Það það sem að mér er svo æðislegt, við stöndum hérna saman, við elskum hvort annað og ég veit að það eru fleiri sem er meir en tilbúin að biðja fyrir þér. Þannig að ekki vera smeykur ef þú vilt fá stuðning og þú vilt fá fyrirbæn, komdu fram. En fyrir þá sem að vilja bara halda áfram með líf sitt, vilja ekki vera í kringum mig lengur, engin höfnun, bara Drottinn blessi ykkur frábæra viku og bara eigiði yndislega tíma í þessu frábæra veðri. Er ekki Guð stórkostlegur við okkur? Við erum alveg ofdekur hérna á Íslandi. Lífið er gott, bara Drottinn blessi ykkur og varvit ykkur og láti sína ásjónu lýsa yfir ykkur og gefa ykkur frið. Það er ekkert betra en að hafa frið Guðs í hjarta okkar. Í Jesú nafni, amen.